Í dag mjög sérstakur dagur þar sem ég fæ reynsluaka þessum Mercedes-Benz E-Citario rafmagns strætisvagni. Þessi strætisvagn í láni til Isavia og hafa þeir verið svo yndislegir og dásamlegir að leyfa mér að fá að pröfa hann og ég bara nokkuð spenntur. Á bílasýningunni í Frankfurt árið 2018 þá frumsýndu þeir þennan vagn. Þetta verkefni sem að Mercedes-Benz búin að vera að vinna mjög lengi. Hann kemur í ýmsum lengdum, ýmsum hæðum. Þessi til dæmis mjög hár af því að hann með batteríin geymd hérna í toppnum. Þessir bílar verða notaðir hjá Isavia til þess að keyra fólk úr flugstöðinni og út í flugvélarnar. Hönnunin á vagninum einstaklega skemmtileg. Mercedes-Benz stjarnan fær að njóta sín alveg í hvívetna og síðan eru allir fletir alveg tómir af því að ein helsta tekjulind þeirra sem að reka strætisvagna jú að sjálfsögðu að selja auglýsingar á hliðarnar á þeim. Innanrýmið í Mercedes-Benz E-Citario alveg frábært. Vagnin ótrúlega en satt parkettlagur. Það hérna tréparkett á gólfum eða það sem virðist vera tréparkett á gólfum. Hann líka með þessu gullfallega bláa áklæði þessi vagn en þú getur hins vegar, ef þú ætlar að fara í samkeppni við Strætó BS, panta þitt eigið áklæði alveg eins og þú vilt. Allur vélabúnaður vagnsins hafður hérna aftur í og hann eins og þið heyrið alveg ótrúlega hljóðlátur. Það engin hávaði í honum og það sama þegar þú ert að keyra að það heyrist ekkert í honum. Það svo magnað. Það besta við þennan vagn það að það ægilega alveg flatt gólfið í honum þannig að það mjög auðvelt fyrir fólk í hjólastólum eða fólk með barnavagna og reiðhjóla þess að koma sér inn og út. Það hérna við afturhurðina sem ég stend svona rampur sem hægt að setja inn og út dyrnar og aðstoða þig við að koma þér að. Eitt af aukahlutuna sem þú getur pantað veit ég að hafa hann rafdrifinn. Svo hvernig að keyra Mercedes-Benz E-Citario rafmagns strætisvagn? Það bara mjög svipað að keyra venjulegan strætisvagn. Nema það að þú ert með alla kosti rafmagnsins. Þannig að eins og dæmis núna ég búinn að taka löppina af og hann bara rennur áfram. Það ekkert viðnám í gegnum gírkassa eða drifrás eða neitt svoleiðis þannig að hann var í 30 þegar ég fór af og hann ennþá í 30. Og hvernig síðan powerið? Það örugglega ekki svona mikið þegar þú ert með 400 manns borð hjá þér. Hugmynd Isavia sem sagt að fá svona rafmagnsstrætisvagna til að keyra fólk frá flugstöðarbyggingunni út í flugvélarnar og það mjög hentugt verkefni fyrir rafmagnsstrætóa af því að í staðinn fyrir að þurfa að vera með rosalega stór batteri og duga einhverja 200, 300, 400, 500 kilometra eins og sumir strætisvagnar keyra á hverjum degi þá geta þeir pantað þessa bíla með minni batteríum og minni dragni af því að Keflavíkurflugvöllur ekkert það stór. Aðstæða bílstjórans í þessum bíl til fyrirmyndar. Ég vildi óska þess að allir bílar væru einfaldlega svoleiðis. Maður situr beinn í baki, maður getur stillt sætið alveg nákvæmlega sem maður vill. Það á svona loftpúðum þannig að maður getur bara notið ferðalagsins og það ekkert mál að átta sig á stærðinni. Jafnvel þó hann sé einhverjir 12 metrar. Þið eflaust að velta fyrir ykkur út af hverju keyrir svona hægt Óskar? Jú, af því að ég inn á flugvallarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli og hér hámarkshraðinn heilir 30 km á klukkustund. Dagur B. Eggertsson var ánægður með það. Eða mín fyrrverandi. Þetta algjör snilld. Vá hvað þægilegt að keyra þetta. Þetta svo yndislegt hvernig kemur við aflit í hjólana. Geta please allir strætóar á Íslandi orðið svona því að þá hætta þær að vera fyrir í umferðinni. Þú getur í alvörunni haldið upp í venjulegum umferðarhraða. Kannski venjulegri umferðarhröðun. Atvinnubílar eins og þessi mjög mikilvægt að bílstjórunum líði vel hérna í alveg marga klukkutíma. Þannig að koma sér fyrir í E-Citario ekkert mál. Þú getur meira segja ítt hérna á einn takka vinstra megin við mann og velt öllu mælaborðinu fram og tilbaka. Ótrúlega þægilegt. En hvað að búnaði í Mercedes-Benz E-Citario? Jú, það loftræstikerfi, ofnar, bakkmyndavél sem hérna uppi
fyrir framan bílstjórann, stafrænn ökuriti og þá held ég að það sé bara komið. Jú, ég glemdi einu, útvarp sem ekki með geislaspilara né heldur Bluetoothi. Áhugavert. Einn búnaður hins vegar sem ég væri til í að hafa í mínum bílum, svona í framtíðinni ef ég á 20 börn eða eitthvað svoleiðis, það þessi hér. Það er pedali við vinstri fót, fram að vinstri fótinn á mér og maður getur ítt á hann og talað. Bílaborg.is er besti vefur á landinu. Eða þá að maður getur tekið þennan típiska gamla kalls vonda strætókur. Viljið þið gera þetta vel og setjast niður? Svo, þetta er Mercedes-Benz e-Citario. Ef þér líst á hann, kauft hann.